Ég þakka bara fyrir hókuma. Þessi kynning já, eins og þetta sem að glærum bara að ég fer yfir verkefnið og hvað svona Suðurorku og margir sem að þekkja þann ágætlega síðust við en það ekki allir og já, ef þú ert til að þykka með þetta þjóðanur. Nei, ekki nú mikið, já það. Sko, bara þannig við byrjum, Suðurorka það eins og segja þetta sem þekkja þetta. Suðurorka svona verkefnisfélag, það bara eitt verkefni, það heitir Búlandsvirkjun og það byggir á einhverjum samningum sem voru gerðir við rétthafa, 90% réttinda og virkjunin í eigu, eða sem verkefnið virkjunin, virkjunin sem sem ekki virkjun, þetta verkefnið, í eigu HS Orku 50% og Íslenskar Orkuvirkjunar 50% og flestir vita hverjir eiga HS Orku en Íslenskar Orkuvirkjunar færri sem vita en það eru bara tveir einstaklingar sem ég vinnur með seinustu 5 ár, 6 ár Guðmundur Ingi Jónsson og Þorlákur Traustason fjárfestar sem eiga helminginn í þessu verkefni. Nú, kosturinn 150 megawatt einn af stærri kostunum á vatnasviði Skaftár og Tunguhljóts og áætlaður stofnkostnaður 40 milljarðar, þannig að þetta hansi stór skepna sem verið að fjalla Ég framkvæmdastjóri og aðalráðgjafi okkar í þessu verkefni Mannvir. Nú, eitt ykk. Þú varstu búin að staða þetta? Já. Nú, það var kannski besta listanum. Aðeins ára. Ef þið vitið hvar Hólaskóli þá það hér. Hérna Skaftá og hérna Sellón og Indagslón og Miðlunarlón, þjóðgarður. Verkefnið, þessi fyrirhuga virkjun, á hálendisbrú. Hérna skipulagsmörk miðhálendis. Kíkir aðeins fyrir. Öðru leyti hún í einkalöndum. Þannig að það einkaaðila einkaaðila að sýsla og síðan svona einkennandi fyrir þetta að Fjallabaksleiðin nyrðri fer þarna Ef þú tikkar núna. Nú, það eitt og annað sem hefur verið gert þarna á svæðinu og svona ákvæði sem eiga við þetta svæði. Það verið að vinna þetta landsskipulag og þar bent á að orkulindir á miðhálendinu verði nýttar við sjálfbærni og umhverfisvernd að leiðarljósi, sérstaklega með tilliti til verndunar víðerna og þessi geiri hérna sem ég sjá hérna, þetta það sem að í rauninni ósnortin víðerni sem að tapast við þetta verkefni. Það þarna talsvert mannvirki á þessum skólum. Og rammaáætlun, þetta hérna í umfjöllun. Vatnajökulsþjóðgarður, hann leikur hér, þetta fyrir utan hann. Aðalskipulag, þetta verkefni í góðu samræmi við aðalskipulag Skaftárhrepps. Þeir settu það á skipulag. Síðan rammaskipulag Suðurhálendis. Það nokkuð sem nýkomið búið að samþykkja. Og þar stefnt að uppbyggingu vega á slóðum upp í Hólaskjól. Og síðan þetta svona jaðri svæðis á náttúruminjaskrá og skrá. Það Eldgjárssvæði sem liggur hérna ofan við. Ok, ef þú tikkar. Það sem ég mun síðan, þetta var svona fyrsta yfirlit, síðan farið yfir virkjunartillöguna, sögulegt yfirlit, rannsóknir og mat á umhverfisáhrifum og staða verkefnis. Þetta svona ritmið í þessu sem ég ætla að fara yfir. Og hérna, það fylgist með tíma eitthvað. Og hérna, ef þú tikkar, já, að þá þessi kostur var í rammaáætlun öðrum áfanga. Síðan þá hafa orðið einhverjar breytingar. Það helstar að það kom ný skýrsla aur og það var endurskoðuð hönnun inntaksmannvirkja og í staðinn fyrir að við kölluðum virkjunina alltaf 200 megawatt í rammaáætlun 2
þá heitir hún 150 megawatt, kosturinn hefur ekki breyst og möguleikarnir til staðar, en til samræmis við aðalskipulag þá höfum við þetta 150. Rannsóknum vegna mats á umhverfisáhrifum lauk árið 2012, sem var ekki áður en rammaáætlun 2 fór í gang, og þannig að það er frá ýmsu að segja úr þeirri vinnu, og síðan samráð við nærsamfélagi er í gangi og það er búið að vera ansi öflugt senast 1,5 árið. Tikkafilmi, þess er kannski þægilegri svona til þess að sjá hvað virkjunin er. Þetta er Vatnajökull, Skaftárjökull, Langisjór, Lakagígar hérna fyrir neðan. Hérna byrja framkvæmdasvæðið og er á þessu hérna svæði sem er ca. 16 km frá hérna toppi og niður að útfalli virkjunar. Fyrirhuguðu útfalli virkjunar, það verður passað að segja móttengan. Og það er svona, en þarna er 100 rúmmetrar á sekúndu virkjað rennsli, vatnsvegir og vélar, og líklegt hámarksafl virkjunar 150 megawatt. Orkugeta er 1057 gigawattstundi sem er svona einhvers staðar kringum 6% á íslensku raforkumarkaði í dag. Vatnasviðið er 1100 ferkílómetrar, það er þessi stór. Hámarkshæð Miðlunarlóns, sem er hérna lón, ekki þessi hérna frá, það er 311 metrar yfir sjávarmáli. Flatarmál Miðlunarlóns er 9,3 ferkílómetrar. Miðlun í lóni er 110 gigalítrar. Lengd gangna er 9,3 kílómetrar. Lengd stífla 1,2 kílómetrar. Mesta hæð stíflu er hérna við Miðlunarlónið, heitir Ráskljúfur og 68 metra há. Og lengd garða er 5 kílómetrar og skurðir og dýpkun eru 3 kílómetrar tæpir og hagkvæmniflokkur er eitthvað komið fyrir. Það er ekki leitt á, hún er býsna hagkvæm þessi virkjun og hún nær því að vera í hagkvæmniflokki 2 í þeim gögnum sem við sendum inn til Orkustofnunar. Er þessi garðar háir? Já, sjáum það núna sko. Ok. Já. Að hérna, sko, flestir garðarnir sem hérna eru svona þá líka í svona uppbyggðum vegum eða eitthvað slíkt. Skilur, þetta er ekki gríðarhátt, þetta er 3 metrar og eitthvað í þeim dúr í, það er svona þetta er svona svolítið landslagi í þessu, þannig að kannski getur það náð einhverstað 5 metrum en meðaltali er þetta kannski svona 3 metrar, eitthvað svoleiðis þessir garðar sem eru þá hér. En garður hérna, ég ætlaði nú að fara bara alveg yfir virkjunartilhögunina hérna. Með þessari mynd hérna, að hérna er þetta setlón sem að liggur hérna á rétt innan miðhálendislínunar. Þar er byrjað að nyrðri ófæra sem hérna rennur, er tekin og henni veitt yfir í Skaftá og með garði hérna, sem að hérna kemur þetta lón sem er svona kallað setlón. Hérna með því að hægja vatninu hérna þá sest til aur sem að síðan er skolað niður farveg eftir aðferðum sem að hérna með því umfram vatni sem að er á svæðinu og er sannarlega þar. Og stundum verður náttúrulega bara fórna vatni í það að skola örnum hérna niður. Hérna eru flóðgáttir, þannig að bæði lokun til að stilla jurtarennsliið og síðan flóðgáttir, þannig að komi Skaftá hlaup, þá koma þau hérna niður og halda bara áfram sinni sama veg og alltaf hafa verið og kemur ekki inn að lóni eða inn að inntakslóni hérna, inn í göng eða hingað inn. Það er bara einfaldlega lokað á meðan. Og hérna eru yfirföll og hérna er sem sagt eitt steypt yfirfall sem að veitir þá vatni til virkjunar hérna og hingað sem fer þá í vestari farveg Skaftár og síðan syðri ófæri hér. Hérna er loka fyrir hérna í gamla farvegi eða í farvegi vestari Hvítar Skaftár. Tilgangur hennar er að bregðast við, gerist eitthvað, en líka að það geta komið þessi stór flóð. Hérna bara í dag mjög þekkt bara krabbaflóð og slík flóð hérna í kringum Hólaskjól og hérna niður syðri ófæri og það þarf að vera hægt að hleypa þeim fram hérna. Og þau hafa þá greiðarlega þarna. Og eins hérna, þá er þetta komið hérna niður í farveg syðri ófæri hérna, það er ákveðin bittkafli hérna
Þar eru afturlokusystem sem að hleypir líka hérna framhjá, þannig að hérna er reglað, innstreymið í lónið í rauninni allt reglað, allt saman stýrt. Þannig að hæðin í lóninu stýrt með innrennslunni hér. Það innrennsli hérna frá Tungufljóti hér og Þorvaldsá hér. Þau eru hvort sig mjög lítil miðað við það sem að kemur þessa leið. Það er samanlagt náðu þau 5% af vatninu, þessar 2 ár. En restin á Skaftá sem sett í gegnum þessi göng sem eru 6 km löng, nei 30 km löng. Og inn í lónin, hér er skurður og hér er lón 311 metrar yfir sjávarmáli. Hérna er stíflan í Rásgljúfri, 68 metra há og stíflugarður síðan hérna til þess að forða, eða til þess að vernda hérna brot og annað. Síðan er hérna stöðvarhúsið hérna 190 metrar á jörðinni, hún í réttafelli og 6 km göng út í vestari fara Skaftdal hérna, sleppt út hér, kemur hérna út og rennur hérna að þessu mannvirki hér sem að veitir síðan endanum vatninu vegna þess að Skaftá er þeim eiginlega ekki gert að skipta sér. Hún fyrir að hluta til í Skaftá út með síðu og hins vegar í Ásöndfall, í Eldvatn og hérna er mannvirki sem að deilir því eins og er núna. Og hins vegar er hérna Tungufljótið, stíflað hér og þannig að hér minnkar það vatnið sem einhverju nemur í Tungufljóti. En stýringar á því að á þessu lóni eru allar að það er stoppað innrennslið og aukið útrennsli, þannig áhætta að öryggis yfirfall sem það þarf hérna vinni er ákaflega lítið. Það þarf mjög margt, það þarf að vera hlaup og það þarf alltaf vélar að vera dauðar og allt að vera, það er ansi margt sem þarf að gerast til þess að marga forsendur að koma upp til þess að nokkur tíma geti runnið hérna á þessu yfirfalli, en yfirfallið er nauðsynlegt bara einfallega raunverulega séð. Þá getur við séð, hérna erum við komin í Hólaskjól og hérna er fyrir, hérna er eftir og hérna eru þessi garðar sem ég var að benda á og vatnið er komið hérna hinum megin við. Og þetta er sem réttur ofan Hólaskjól, þar sem að þetta er útsýnið þaðan. Og ef þú ferð síðan tikkar aftur og þá er þetta hérna niður af Fjallabakk, horft til suðurs, hérna ákveðin beygja, þetta er svona góðum hérna stað. Hérna er Rásgljúfur, þar sem að stíflan kemur og síðan er þetta hérna eftir það, að þá er komið hérna þetta mikla vatn, stuðvatn, sem að hérna, sem bara Skaftárhlaupin, fólk hefur áhuga á þeim, það þekkja þau flestir, þannig að ég vil fara aðeins betur yfir þau. Hérna sjáum þið sem sagt þá, þetta er tekið, við vorum við í þessari flugferð hérna yfir, sem er tekið þessi mynd af hlaupi hérna í fullum skrúða og hérna er búið að setja síðan mannvirki, þannig leiðingar sem að er þarna annað einhverjir 3-5 metrar og síðan sjá það hérna niður til líka og hérna á setlóni sem þetta hindra það að hérna verði nokkur vatn. Þá ég sýni það hér að þá þetta hérna svæði sem er þar mun ekki renna hlaupa í framtíð, heldur hérna á niður farveginn hér. Þau eru hlaupin ansi dugleg, 1600 rúmmetrar á sekúndu og 20 ára fresti, þetta er bara raunveruleiki, þessum hann þarf þarna að aðtapna sig, hann þarf ekki að tekist á þetta og lausnin er í rauninni hönnuð hér. Ef þú tikkar aftur, þá er fleiri svona tæknileg úrlausnarefni sem ég ætlaði svona kannski að segja ykkur frá að aurburðurinn, þetta hérna er aurburðurinn frá 1995, sjáðu þessa brúnu hérna. Það er bara bullandi aurburður, það eru hlaupin fyrst og fremst sem að bera fram hlaupi hérna og leggja af sér aur út á hraunið og eru búin að vera að kappara því frá því að hlaupin byrja og er bara býsna dugleg við það. En það er sem sagt búið að taka stá við það, síðan var þetta mannvirki hérna niður frá sem ég fór ágætlega yfir áðan, en það sem ég fór ekki yfir var sem sagt að það sem við köllum
þessi rekstrarnir í frávatnar hér undirmiðlun, það að segja að þetta hérna eru mánuðirnir og þá sjáum við að það verið að draga niður í lóninu frá svona nóvember, október-nóvember, þá er byrjað að draga niður í lóninu, apríl það í lágmarki en það fyllist, það í leysingunum fyllist það bara á innan við mánuði eða mánuði og það bara fullt og eftir það í rauninni þessi staða sem þið sáuð áðan, að það bara lónin fullt. Þetta eins og stöðuvatn en ekki frá því í júní byrjun. Þetta svona líkindadreifing hérna. Það einhverjar pínlega líkur að það komi ekkert vatn það á eitthvað árið en þetta líkindadreifing á því. Þessi virkjun hefur verið á borðinu í dágóðan tíma en forhönnunin fór í rauninni fram fyrir rammaáætlun 1. Hún í rauninni þar í þeim pakka sem Orkustofnun sendi frá þessu vatnasviði. Þar var svona hægt að lesa út nokkra virkjunarkosti út. Þetta var einn af þeim, alveg klárt. Þeir virkjunarkosti fengu allir bara glimrandi mat í rammaáætlun 1. Þannig að menn voru fullir bjartsýni hérna og fengu almenna verkfræðistofnun árið 2005 til að frumhanna þetta. Það var á þeim tíma í rauninni Landsvirkjun og Rarik sem gerir það. Og þeir bjuggu þá þessa virkjun til í þau mannvirki sem þið sjáu, eða hönnuðu þessi mannvirki sem þið sáu, utan að þeir voru ekki með alla þekkingu á örnum sem við seinna fengum og höfum unnið úr. Og mannveit hefur endurskoðað frumhönnunina miðað við það og einn stað að einn af þeim þessi hérna kostur, hann var kynntur í nokkrum útgáfum en sá kostur sem hét Skaftárvirkjun í rammaáætlun 2, hann var 125 megawatt vegna þess að við hann var miðað við að nota Langasjó og hleypa yfir í Tungufljót. Það hefur ekki verið á þeim borðinu hjá Suðurorku. Það var skoðað í upphafi bara eins og annað þegar var í upphafi. Fyrstu mánuðum þá bara var þetta möguleiki ekki og hann var afskrifaður strax. Eða svona strax á fyrstu mánuðum. Þannig að við höfum aldrei unnið við neitt í Langasjó. Þetta mannveit hannaði þetta fyrir okkur og það setlónið og það aukinu við þrjár félagsstæð 2 og veita við Búland. Ég svolítið að tína upp það sama aftur en þetta búið að vera sambærileg mannvirki mjög lengi fyrir utan þetta hönnunin á veitinu við Búland og síðan taka til auðsins. Síðan hérna ætlaði ég að fara svona aðeins yfir sögulegt yfirlit, ekki að vera að koma í nóg að því, þetta er mikið að veikta hvernig þetta er inni. En opinberar virkjunarrannsóknir hjá vatnamælingum hófust árið 1951 á þessu svæði. Og ég var svo sem segja frá rammaáætlun 1 og að Landsvirkjun hafi haft þennan kost á sínum snærum og frumhannað 2005 en síðan semur Suðurorka eða fyrirverið Íslensk Orkuvirkjun meirihluta virkjunarréttinda. Í framhaldi kaupir Suðurorka rannsóknargögnin af Landsvirkjun og Rarik og rannsóknar fær í kjölfarið rannsóknarleyfi á svæðinu og þetta sett á aðalskipulag en síðan endur kosturinn í biðflokki rammaáætlun 2. Þú tikkar eins og þetta fyrir mig. Hvað er þetta? Rétt, ég bara. Hérna sjáu þið bara landamerkin, sjáu þið að þetta kíkir rétt upp í þjóðlendu hérna en öðru leyti þetta í eignarlöndum. Þetta svona á Hollandsbrún, eins og við köllum þetta. Hérna væri ég að segja frá það aðalega með þessar samningar að það nýja brum á þessu, það hefur við vitað alveg frá því við gerum þessar samninga upphaflega, það svo sem margir kannski verið að gera sambærilega hluti síðan en árið 2009 var þetta alveg nýtt að semja við landeigendur veglegar leigugreiðslur fyrir allan rekstrartíma virkjunar, allan fyrir svona stóra kosti og þannig að þetta í rauninni tekjuöflun fyrir þá til langs tíma og eðli samningsins þannig að þetta hækkar eftir sem að
líður á samninginn, á 5 ára fresti hækkar ákveðna prósentu og verður margar prósentur á árið 26 og eftir það heldur það þeim gjöldum sem eru mjög góð og síðan þetta tengt raforkuverði, þannig að hækkir raforkuverð og þá það þeir eigendur virkjunarréttinda sem þarna eru, þeir munu upplifa þá hækkun á þeim leigugjöldum sem þeir fá. Þannig að þeir eru svona þáttakendur í happdrætti virkjunarinnar, eða happdrætti, eða hvað maður segja, verkefninu bara. Þeir njóta ágóðans verði hann af þessu. Nú, rannsóknarleyfið, þið sjáum að það er allt, það er hansi stórt vatnasviðið sem það var sótt á og því rannsóknarleyfinu fylgdu mikið af mælingum sem okkur var gert uppálegt að sinna. Árið 2013 þegar við vorum konur í biðflokk með kostinn og í rauninni þessar mælingar sem var verið að sinna voru í rauninni ekki verið að safna fyrir neitt, það var enginn að nota þetta. Þannig að við þurftum ekki þessu upplýsingar, það þurfti ekki þessu upplýsingar. Þannig að við erum ekki lengur, það er ákveðið hlé á rannsóknum út af því. Þannig kosturinn full rannsakaður, þannig lagað. Nú aðalskipulagið, það er bara að hafa hendi upp að þetta er mjög framsýnt aðalskipulag sem að þeir settu sér þetta í Skaftártungu hrepp. Þeir settu þetta bara inn, þeir vildu virkjanir inn þarna í sína atvinnuflóru og þeir vildu, það var lítið en þegar þetta var afgreitt þarna, þetta var byrjað 2010 og lokið 2011-12 að staðfesta það í afgreiðslunum var ekki mikið mótmæli hjá íbúum í nærsamfélagi virkjunarinnar en sveitarfélagið skrifa bara inn í sitt aðalskipulag að það bara vænti þess að þetta verði tekið fyrir þá sem það búa og það er það sem við erum að vinna að gera fyrir þetta fólk. Nú rammaáætlun ég sagði, þetta var bara með betri vaxtakostum, rammaáætlun 1, rammaáætlun 2 þá fengum við var sett í biðflokk og við fengum rökstuðningi seint fram komin erfitt að meta áhrif og vantar frekar upplýsingar og ég held að öllum sem hafa eitthvað kynnt sér þetta við sé alveg ljóst að Suðurorka var ekki sátt við það að lenda með þennan kost í biðflokk fannst það fullnægjandi rannsakaður og að það væri ekki við Suðurorka saka ef að hann hefði komið seint fram og við höfum svona tíundað það og þið getur bara kynnt ykkur það í því sem Suðurorka hefur skrifað málið en við segjum sem þetta ófullnægjandi verkefnisstjórn og síðan hafi haft áhrif á þetta mat. Það má aðra skoðun á því og samfélagslegt gildi virkjana, okkur finnst það að það vanti að taka til þess að virkjanir það er ekki verið að gera þetta bara til þess að búið til kílóvatt, það er verið að búið til tekið fyrir samfélagið og það vantaði svolítið að taka það með og síðast og síðan að ónótt tillit til stærðar virkjunarkosta. Þannig að þegar við vorum að vinna í rammaáætlun 2 þá tók ég saman þessi töflu að við tækjum Villinganes, Hagavatnsvirkjun, Skrokkölduvirkjun, Hvalárvirkjun og Hvítá í Borgarfirði þá varst ekki komið með orkuna sem þetta framleiða úr einni virkjun. Hvernig á að bera það saman? Það er hansi mikið af landi sem fyrir til þess að framleiða þessu sömu orku með mörgum virkjunarkosta. Þetta er staðreynd. En hvernig á að vinna með hana? Þetta ekki. Og síðan bara segjum við að við höfum fengið ófullnægjandi leiðbeiningar viðbótar upplýsingar. Við fengum bara vantar frekar upplýsingar sem að við svöruðum, við vissum þetta svo sem árið 2012 að þetta stóð til og í kjölfarið þá líta eigendur Suðurorku á að það sé ekkert annað hægt en að fara í fullt mat á umhverfisáhrifum og það sé þá bara, það þurfi þá væntanlega fyrir alla kosti sem eiga að fara inn í rammaáætlun. Og síðan þið núna að vinna úr því og þið fáið bara eitt stykki við erum ekki búin að kynna það en það er búin að gera allar rannsóknir. Nú, rammaáætlun 3, við bara sem þið fáið bara mjög vel skilgreindan virkjunarkost og Suðurorka bara væntir endanlegs mats í kjölfarið búið að leggja á sig allt sem að mönnum datt í hug til þess að uppfylla þær kröfur sem gerðar voru. Nú,
Þetta voru svona bara til þess að þið fengið ekki slag hérna. Jú, rannsóknir, það er búið að vera gríðarlega rannsóknir á þessum kost og ég nú tala svolítið mikið þetta, en tiltækt vatn og vatnafar mjög vel líka, það er fullkvarða rennslislíkan búið að vera til frá 2005, það var líka til 2003 ágætis rennslislíkan, en það var fullkvarða síðan 2005 og enginn hefur þótt ástætt að breyta því síðan þá, þannig að og rennslisvæðir eru þarna til þessi helstu fljót, langar og góðar. Það er þarna mikið grunnvatnsrannsóknir til þess að skoða hugsanlega áhrif út fyrir neðan virkjun og slíkt. Það liggur fyrir niðurstöður af því og síðan þessi umburðarskýrsla á kortlagning skattarhlaupa og íslendurarrannsókn. Já, síðan aftur yfir í þetta. Mat og umsókn, þá ætla ég bara að fara yfir það aðeins. Hvað var gert það? Við lukum matsáætluninni 2011. Okkur fannst bara ekki ástæði til þess á þeim tíma með rammaáætlun í gangi að fara að ljúka í rannsókn. Það var bara svolítið. Þetta var bara okkar staða að geta ekki, já, það var bara ruglandi. Við höfum svolítið upplifað það. Það er ruglandi hvað margir stjórnsýsluferlar geta reykist hver á annan. Og fórum ekki strax í þetta. 2012 þá förum við þetta og ljúkum því. Og það er til gróður- og vistgerðarkort og jarðfræðikort og vatnalíf og veiðirannsókn og fornleifaskráning. Ferðamálarannsóknir hefur verið framkvæmd rannsóknar beitingargildi lónstæðis, rannsóknar landbrotin í lón og leirfoki, sýnileika og landslagsgreining. Þetta er allt saman búið. Frummatsskýrsla lá fyrir í nóvember 2013 og við fórum með hana til Skipulagsstofnunar. Skipulagsstofnun sagði að þetta væri alveg, við værum búin að gera allt sem að matsáætlun krefðist af okkur, en við vorum ákváðum í staðinn fyrir að auglýsa hana á þeim tímapunkti að hefja samráð við landeigendur á grundvelli þessara upplýsingar sem þarna lágu fyrir og höfum átt mjög gott samstarf við þá síðan þá. Þar sem að þeir hafa farið yfir þessi gögn og í rauninni, já, bara mjög ánægjulegt að upplifa muninn á að tala um fólk sem er búið að lesa og kynna sér þessar hluti heldur en hina, sko. Þú veist, þá bara hægt að fara að tala saman svolítið, sko. Þannig að fólk er ekki að skilmast með einhverjum gögnum sem að hugsanlega einhver ætlar að lesa. Og en við ætlum að ljúka þessu sem fyrst. Við getum ekki sagt nákvæmlega hvernig það gerist. En það er markmiðið. Og kikkar þarna. Þetta er sem sagt sérstöku skýrslurnar sem voru unnar. Ásrún Elmars hjá Náttúrufræðistofnun og Benóný Jónsson og Magnús Jóhannsson hjá Veiðimálastofnun. Þeir gerðu í rauninni tvær, þeir tóku svona fótspor á öllu vatnalífssvæðinu og síðan fóru þeir líka sérstaklega að pæli í Búlandsvirkjun. Nú, það voru skráð þarna deiliskráning fornleifa hjá Fornleifastofnun Íslands. Landgræðslan kom að þessu með hvað hægt er að gera þetta í að bæta beitiland. Og síðan var framkvæmt Kristín Kristjánsdóttir hjá Tourism Sustainability Research, sem við kannast við þá. Hún fór yfir áhrif Búlandsvirkjunar og ferðamennsku. Og Matthías Loftsson hjá Mannveit fór yfir mat á landbroti og bar þetta saman önnur lón sem hafa verið í þróun og þroskun á Íslandi og menn þekkja til hvernig þetta virkar. Mannveit tók og bjóð til svona landslagsheildargreiningu, hefði ekki aldrei tekið þátt því áður en þetta var mjög upplýsandi ferli og er oft gert í mat- og umhverfisáhrifum og sú niðurstaða situr í þessum gögnum. Ólafur Arnalds fór yfir meira gróður og beit í Lónstæði. Ólafur Arnalds hjá Landbúnaðarháskólanum. Snorri Snorrason, hann skrifaði minnisblað í jarðfræði og jarðfræðiminjar. Það er rauninni, hann var hjá Almennu og rauninni mjög búinn að kortleggja jarðlög þarna ansi vel og þetta er svona samantekt á því sem hann sem var rauninni sérstaklega fyrir þetta verkefni. En það er mjög góð gögn til það. Og síðan var farið í að kynna sér rennsli Tungubrjóts í meiri nákvæmni heldur en áður hefði verið gert.
og leiddi í ljós svo sem óskum skemmtilegt að verkfræðilegu nálganirnar upphaflega, þannig nú vorum við komin með mælingar en verkfræðilegu nálganirnar sem voru notaðar við frumhönnun reyndust bara býsna vel. Voru býsna nálægt. Við höfum ekkert staðið einu þessu, það voru einir af þessari að vinna þessu með okkur. Og ef við tekjum hérna, og það 49 heimildir sko, sem að, þú veist, eru, þú veist, seiðarrannsóknir í Skaftá og Gúðarfljóti og Skaftárkallari og Skaftá og þú veist, þetta bara allt saman Skaftá og þessar skepnur sem við erum að eiga við þarna. Og þetta bara mikið til, láð þetta margt af þessu lág fyrir í rammaáætlun 2. Þannig að á því byggðist okkar gagnrýni að við töldum á þeim tíma að það væri ekki sérstakur gagnarkort. Nú, helstu umhverfisáhrif eru þau jarðmyndanir, það sem sagt bara, já, það umtalsvert rask að Skaftáreldarhraun í farvegi Skaftár verður fyrir áhrifum. Því verður ekki neitt. Já. Og vatnafar, það skert rennsli í Skaftá, Syðri-Ófæru og Tungufljóti. Og það ágætis greining á því, ég veit, þú veist, telja upp einhverja rúmmetra fyrir ykkur hérna þegar þið fáið gögnin, ef þetta það sem þið ætlið að fara að bera saman. Og mótvægisaðgerðir veitu Búland ætlað að deila rennsli Skaftár við sjónarhól með sama hætti og verið hefur. Þú veist, það eina mótvægisaðgerð sem ég er búin að fara yfir nefnarhólsinn, það er nýjasta hönnunarverkefnið og örburður og rof, leirfók úr farvegi Skaftár í tengslu við örburð Skaftár hlaupa hefur verið vandamál árabil. Það breytist ekki. Líkur eru á að því að rof myndist með lónbökkum með tímanum, mismikið eftir svæðum og mótvægisaðgerðir eru sem sagt að vinna í samstarfi við Skaftárnefnd til að koma í veg fyrir leirfók og fylgjast markvisst með rofi í lóni og beita þekktum aðgerðum við að lágmarka áhrif. Það einhver áhrif og það er býsna góð greining á því hjá Matthíasi. Og síðan hérna lífríki, umtalsverður gróður raskast, það metið lítið verndargildi og varpfuglar í lónstæði verða fyrir áhrifum en það er ekki válistategundir á svæðinu. Telja má að veiði í Tungufljóti muni minnka enn frekar en orðið hefur síðustu ár, var textinn sem að Veiðimálastofnun kaus að nota til þess að lýsa því, þó ekki sé hægt að meta umfang þeirra minnkunar. Það er svona erfitt að meta það, það mun alveg sannarlega hafa áhrif að minnka vatnið í Tungufljóti. Og mótvægisaðgerðir, landbætur í stað beitarlands sem tapast, veiðiréttarhöfum verða greiddar bætur vegna minnkandi veiði. Og umtekar aftur, og það sem sagt helstu umhverfisáhrif, fornleifar, ekki fundust margar fornleifar á svæðinu, mótvægisaðgerðir farið að fyrirmælum minjastofnunar þar sem að fornleifar reynast í hættu og landslag ásýnd, staðsett á jaðri hálendis og við ferðamannaleið, fjallabraksleið, nyrðri, sýnileiki mismunandi eftir svæðum, lítil áhrif á ósnortinni víðerni. Og mótvægisaðgerðir lögðu áherslu á vandallan þrágang þannig að sjónræn ummerki verði lágmarkuð. Það fari ekki mannvirkjum. Og samfélag skiptast í áhrif á sveitarfélag, nærsamfélag, ferðaþjónustu og útivist. Uppbygging í samræmi við markmið sveitarfélags. Áhrif á nærsamfélag snúa áhrifum á beitiland, farveið, búfjár og veiði í Tungufljóti. Einnig verða truflanir og ónæði á framkvæmdatíma. Áhrif mismunandi eftir hópum ferðamanna. Og stefnumörkun í rammaskipulagi opnar fyrir aðgengi nýs hóps ferðamanna og unnið með það að markmiðið að hagsmunir ferðamennsku og virkjunar geti farið saman. Það er svona bara, þannig verði verkefni hugsað. Og síðan mótvægisaðgerðir unnið að samningum við nærsamfélagið sem fela til dæmis í sig bætur fyrir beitaskerðingu. Nú, næsta er bara, ætla ég svona að fara auðvitað stöðuna. Surka er með rannsóknarleyfi á vatnasviðinu. Virkjunin er á staðfestu aðskipulagi. Það er samningur meirihluta 90% vatnsréttinda og helming lands sem virkjun þar. Viðræður í gangi við aðra rétthafa frá 2013.
og rauninni ágætis andi í þeim viðræðum. Virkjunin í þriðflokki, annars áfanga, frumhönnun lokið, verkönnin hafin, mat á umhverfisáhrifum, rannsóknir samkvæmt matsáætlun lokið, drög að frummatsskýrslu hafa verið samþykkt til Skipulagsstofnunar og unnið með nærsamfélagi við skilgreiningar mótvægisaðgerða. Þetta er staða verkefnisins. Ég held ekki að við náðum að vera ekki búin með tíma. Jú, ég byrjaði á seint. Ég rakk út á mínútu með hvað ég var úthlutað. Þannig að